5. Leiki í öllum deildum í dag fyrir utan Pepsi Max-deildina. Bikarinn tekur yfir þar hér áður en flautarinn til leiks í Kópavogi á teppinu hér í Kópavogi. Gunnlaugur Gunnlaugsson í markinu, Davíð Ingvarsson, Damir Múmínovits, Elvar Freyr Helgason og Arnar Sveinn Geirsson. Guðjón Pétur Lýðsson, Viktor Karl Einarsson, Brynjólfur Darri Willumsson, Aron Bjarnason og Höskuldur Gunnlaugsson og fremstur Tómas Mikkelsen. Háralið gestana Elvar Freyr Helgason hér að fá blómvönd. Örugglega fyrir svona, ég ætla að giska á svona 200 leiki eða eitthvað í öllum keppnum. En Aron Snær Friðriksson í markinu, Daði Ólafsson, Ari Leifsson, Ásgeir Eyþórsson og Andrés Már Jóhannesson í ferramannavarnarlínu. Ólafur Ingi Skúlason, Sam Hjússon og Kolbeinn Birgir Finnsson. Arnar Gauti Ragnarsson fyrir Bliki, Valdimar Þór Ingimundarson og Jeffrey Castillon. Já, Valdimar verður hérna vinstra megin til að byrja með og Arnór hægra megin. Já, Valdimar, hér kemur við sendingunum upp í hornið og Castillon með gott hlaup hérna. Damir að eldan í mikið svæði sem Damir þarf hins vegar að dekka hérna og kemur sendingin tilbaka. Og hér er Valdimar að koma fylkismönnum í forystu. Hann elskar að spila á móti Blikum. Valdimar Þór Ingimundarson kemur þeim í 1-0 hér á 12. mínútu. Fín sending fram þarna. Castillon var fyrstur á hann. Tók skæri síninn á tegnum. Rendur út á Valdimar sem að setta hann í hornið. Breiðablik 0, Fylkir 1. Þarna nýttu fylkismenn hæfileika Jeffrey Castillon. Kom með hann inn í svæði, 1-1 á móti Damir og finnur þarna Valdimar sem slútar þessu ágætlega. Það er auðvitað Kolbeinn, af því við vorum að tala um hann áðan. Það er hann sem á sendingun á Castillon. Þetta er nákvæmlega líka bara sem Helgi Sitt talaði um í viðtali fyrir leikinn. Hér er að finna svæðið á bakvið. Farum flækið niður. Sendingin og hér er skallin niður í tegin. Fylkismenn komið sér í burtu. Náðu hann að náðast hreinum skalla og hér fellur og hér er hann að dæma vítaspyrnu. Einar Ingi er að dæma vítaspyrnu. Höskuldur Gunnlaugsson kom sér í stöðu þarna og fekk fylkismann í bakið, fór niður, vítaspyrna dæmd. Tómas Mikkelsen skorar af miklu öryggi og jafnar hér leikinn fyrir Blika á 33. mínútu. Eftir að lendu undir á 12. mínútu eftir markið hjá Valdimari Þór. Alvöru Mikkelsen. Alvöru víti hjá Tómas Mikkelsen. Það sem auðvitað stendur eftir þetta mark er þessi 2 ákvarðanir sem Einar Ingi tekur. Auðvitað, hann segir addi 2 og fara með flaggið niður og svo auðvitað var þetta hornspyrna. Þetta er svona 2 atriði. En vítaspyrnan hárrétt. Já, og engin mistök hjá Tómas Mikkelsen. Hér er hins vegar skrítið hjá Blikum og Höskuldur hins vegar virtist að rendu boltanum en hann liggur á honum og það er dæmt aukaspyrna hér á fylkismenn sem eru langt frá að vera ánægðir með þessa ákvörðun hjá Einari Inga dómara. Ég er ósammála þess. Ég meina, hvað á Andrés að gera þarna? Höskuldur virtist svona hálf leggjast bara á klöttin. Fáum að sjá þetta hérna aftur. Höskuldur og Andrés kemst fram fyrir hann hérna og hérna svona hálfpartinn situr á boltanum og hann er með hendina hann eitthvað fyrir. Andrés Már virti. Hér kemur Guðjón Pétur og þetta er fram hjá markinu hins vegar. Og sáum að Aron Snær var með þetta allt saman á hreinu. Hann var komin á hnið bara hérna í nærhorninu. Gaui frábær spyrnumaður. Við sáum markið sem hann skoraði á móti Stjörnunni daginn. Þetta betur aukaspyrnumarkum ásins það sem síðan fyrir Elvar Freyr Helgason á það niður en ekkert af þessu og Jeffrey Castillon er hérna 1 gegn 3-4. Damir er hérna eini til varnar og Jeffrey fyrir inn á tegin og Jeffrey Castillon setur hann hérna rétt framhjá markinu og í sömu andrá flautar Einar Ingi Jóhannsson til leiklés. Hér er Aron Bjarnason hinum megin. Aron kemur inn á tegin, þá er hann hættulegastur en gleymir að taka boltan hana og boltinn dettur hérna fyrir Hjússon. Hann er með slaka sendingu beint á Viktor Karl en hér er hins vegar Guðjón Pétur Lýðsson og Aron Ver Mikkelsen. Hvað er ég að segja þetta om? En það er búið að flagga á Tómas Mikkelsen. Veistu hvað, ég er ekki viss að hann hafi verið fyrir innan. Þegar ég sá Brynjar. Aron var ekki viss allavega. Og Viktor Karl með frábæra sendingu á Mikkelsen. Mikkelsen fellur síðan í tegnum og hér er vítaspyrna dæmd á Aron Leifsson.
Sendingin frá Viktori, frábær hérna og Mikkelsen átti frábæra fyrstu snertingu inn fyrir guldspjald á Ara Leifsson og vítaspyrna. Svo voraði í fyrri hálfleikur og vítaspyrnu sett hann uppi af öryggi og hér setur hann bara niðri af öryggi og Blikar komnir í fórustu hér þegar rétt rúmur hálftími eftir á þessum bikarleik hér í Kópavoginum. Breiðablik 2, Fylkir 1, Tómas Mikkelsen með bæði mörk Blika hér í kvöld. Já, flott vítaspyrna hjá honum. Lífur hún aðeins að snerta. Fast niðri, nálægt stöng og það best, segja þær. Og Blikar hér búin að snúa þessum leik sér í vil. Eftir að hafa lent undir á 12. mínútu í undanúrslitin í gær með sigri á Eyjamönnum og hér eru það Blikar sem að að koma sterkir inn. Hér Castillón hins vegar og hér missir Gulli af honum. Það komið jöfnunarmark því að það Valdimar Þór Ingimundarson sem að ýtir boltanum yfir línuna. Jeffrey Castillón komið hlaupinu fram af Gulla sem að truflaði Gunnleif Gunnleifsson og boltinn rúllaði bara fram hjá honum. Valdimar Þór Ingimundarson ítt honum síðan síðasta sentimetrin yfir línuna og allt orðið jafnt hér á nýjan leik. 2-2 í Kópavoginum. Hörmuleg mistök þarna hjá Gunnleif í markinu. Það hann að taka þetta ótrúlega skallamark. Næra snertan hann aðeins. Þessar Castillón. Og síðan hann rændur markinu af Valdimari. Valdimari kom með 2. Mikkelsen kom með 2. Breiðablik 2. Fylkir 2 hér á Kópavogsvelli. Maður þekkir nokkra leikmenn sem ég sé fyrir mig Tryggvi Guðmundsson hafa gert þetta. Gattur, hann var einhver vesinn. Guðjón Pétur lyftur honum inn á teginn og Mikkelsen nær ótrúlega oft skallanum fyrstu snertingunni og síðan skallinn hann yfir markið frá Brynjólfi Darra og það var fínt að halda. 6 mínútur eftir hér af mínúturinn 90. Guðjón Pétur Lýðsson inn á nærsvæðið og Damir mætir þar en skallinn frá Damir fer aftur fyrir. Það er hann á Guðjón Pétur. Kolbeinn leggur á stað, Guðjón Pétur sendur sendinguna á hann þarna, hann var aðeins að bíða eftir honum. Aron er síðan að koma í utanlandshlaupið, Kolbeinn fer hins vegar á hægri og lyftur honum í áttina fjærstönginni og boltinn dettur hér niður í teignum, það er einhver vandræðagangur á þeim og hér flautar hann bara til leiksloka, þar að segja. Pétur fær hann aftur og lyftur honum hér tilbaka á Davíð. Davíð fær hann í andlitið og smellir honum síðan fram völlinn. Og hér skoppar boltinn í teignum og dettur fyrir Höskuld sem er að skora hér þegar að rúmínútur eftir að fyrri hálfleik í framlengingu. Sofna Fylkismenn hér á verðinum. Höskuldur var hann í baráttunni að mér sýndist við Ásgeir Eyþórsson sem að náði ekki að koma boltanum frá og boltinn skoppaði aftur í teignum og Höskuldur smellir honum í neti. Breiðablik 3, Fylkir 2. Já, og Fylkismenn er ósáttir, þeir vilja meina að hafa verið brotið á sínu manni. Hér er þetta rangstað. Já, það var ekki flaggað á það. Já, þannig að þetta er bara rangstað. Þetta mark hefði ekki átt að standa með þetta en þarna bara fór flaggið ekki á loft hjá Oddi Helga. Afmælisbarni. Og Höskuldur klárar þetta hins vegar vel. Þetta er svo sannarlega fullt fyrir Fylkismenn að fá sér þetta markir. Ragnar Bragi hins vegar rangstæður og brotlegur. Helgi Sigurðsson á eina skiptingu eftir og hér er vandræðagangur á þeim en Aron hérna hikar síðan í markinu og hér kemur sendingin. Höskuldur Gunnlaugsson skorar hér annað mark sitt og 4. mark Blika eftir vandræðagang á Fylkismönnum. Þá virðist Blikarævintýrið þeirra vera að enda hér á Kópavogsvelli, búin að fá sér 2 mörk á örskömmum tíma. Hér undir lok fyrri hálfleiks í framlengingu skoraði Höskuldur Gunnlaugsson reyndar mjög vafasamt mark en aftur er hann að skora hér í upphafi síðar hálfleiks í framlengingu og staðan Breiðablik 4, Fylkir 2. Game over, Aron fer þarna í misjafna úthlaup. Hefði mögulega bara átt að klára þetta og svo hefði ég viljað sjá hérna hvort það var Ásgeir Eyþórsson hvernig hann var bara vaða niður á línu en hann ákveður að þetta er svo sem erfið ákvörðun að taka. Þetta er auðvitað fyrst og síðast bara mistök hjá Aron í markinu. Já.